Komið nú blessuð og sæl og ég heilsa ykkur í Jesú nafni og við erum að fara af stað með þáttinn okkar sem að hefur verið í gangi í einhvern tíma, í einhver ár. Ég man bara ekki hvernig ég byrjaði á þessu. Ég held ég sé búin að vera með þetta meira og minna síðan að ég fór inn í kirkjuna á sínu tíma. Þetta er að vera 20 ár maður. En svona Guð, hann heldur úthaldinu og hann leyfir okkur hann bara notar okkur eins og hann vill. Erum við ekki að segja það við hann, að nota það mig nú eins og þú vilt? Og ég hef nú stundu síðan eftir ég hafa sagt þetta við hann, en hann minnir mig stundum á það að þetta þannig sé það. Þannig að Drottinn tekur okkur algjörlega á orðinu. Og það er eitt besta mál. Það er í raun og veru ykkur að segja, svona stramt til tekið og í alvöru, þá er þetta rosalega mögnuð yfirlýsing. Hún er svo mögnuð að hún eiginlega fær mann til að halda áfram alveg út í eitt. Það er ég búin að sjá í gegnum tíðina. Ég man eftir því að ég sagði þetta við hann, að hann mætti nota mig eins og hann vildi, vissi náttúrulega ekkert hvað maður var að segja á þeim tíma. Og hann minni mig á þetta með reglulegu millibili og þá bara hysja maður upp við sig og bara heldur á stað. Þannig að þessi svona eftir á hyggja þegar maður fyrir að skoða mál betur þá er þetta rosalega mögnuð yfirlýsing. Hún hefur verið það í mínu tilviki. Ég reyndar nú að viðurkenna það að svona Guði líka. Að ég hef ekkert velt þessu fyrir mér eins og ég er að velta fyrir mér hér. En þetta er nú bara staðan. Maður sagði þetta, ég viðurkenni að ég gaf þessa yfirlýsingu og hann minni mig á hana reglulega. Og já, og svo heldur maður bara áfram. Þegar maður þrætir ekki við það sem maður hefur gefið yfirlýsingu maður getur það ekki. Og þess vegna er þetta mjög öflug yfirlýsing. Og það er alveg ástæða til fyrir þig og okkur að gefa hann út. Að vísu þegar ég gaf hann út eins og ég var að segja þá vissi ég ekkert hvað ég var að segja. Ég vissi ekkert hvað þetta er að gerast, hvað ég átti þetta er að gangi gegnum allt saman það. En þetta snýst ekkert það. Þetta snýst bara það að gera það sem Drottinn er að bjóða okkur. Og það er nú einmitt það sem að hann sér Takk eftir því. Hann sér það vegna þess að hann tók mig, segðu þetta með mér, mig á orðinu. Þetta er náttúrulega alveg hræðileg staða. En svona er Guð. Því hann vill geta blessa mig og þig og hann blessar okkur með því þegar við sýnum honum hlýðni. Þegar við erum hlýðið fólk. Hlýðnir og góði drengir eins og segir ykkur stað. Þetta er það sem Drottinn vill og þess vegna minnar hann okkur á svona flottar yfirlýsingar því þetta er náttúrulega rosalega flott yfirlýsing, ég get nú ekki neitað því. En hann vissi það líka, ég vissi ekki hvað ég var að segja. Þess vegna minnir hann mig alltaf á þetta. Og ég sé líka sagt að hann minnir mig á þetta reglulega og gamli með axlaböndin, eða ekki, heldur áfram. Í svartri eða hvítri skyrtu heldur áfram, með glerugu hér að annar stað heldur alltaf áfram. Því að það er ekkert neitt annað að ræða. Svo fyrir þetta það náttúrulega gagn af því sem við erum að gera, það er langt síðan ég sá það. En samt erum við að berja svo oft við þessa mæðu og hina mæðun og vá. Við ættum að fara að tala það allt saman og þá entist maður nú ekki árið út að klára það mál til hlítar. Þetta er eitt af því að vera maður og segi þið svo að maður þurfi ekki að ég svo að halda. Ef ég þarf það svona svakalega. Þá held ég að við séum öll á sama bát, hvað það varðar. Ég hef nú aldrei litið á mína erfiðleika sem eitthvað meiri en erfiðleika annar en maður hefur oft þurft að glíma alls konar og aðrir að gera það líka. Eitt svona, annar einhvern veginn öðru sig. Þess vegna er það svo gott að vita af því að Drottinn sér ekki eftir neinu.
Hann sér ekkert eftir því að hafa frelsað þig, frelsað mig, frelsað okkur öll. Hann sér ekkert eftir þessu. En við hins vegar getum verið að tjá okkur við sjálfu okkur alls konar sem allt öðru sem þetta. En við erum ekki Guð. Guð einn. Og hann, náttúrulega velja konna. Og konni náttúrulega flög á skýjum. Það var svo gaman. En svo horf hann að kynnast lífinu. Þá finnur hann að hrykta í hér og hvar. Þá voru ýmislegt að gerast. En allt hefur þetta orðið til blessunar með kæri vinur. Og ég verð nú að viðurkenna það, ég held ég sé ekkert að tala bara einsmannsmál hérna. Að maður hefur svo oft verið að glíma við uppgjöfina. Og líklega var nú gott í kirkjunni í gær að kom svona áhugaverð setningin að vera á þröskuldinum. Drottinn segist vera á þröskuldinum, hann býður eftir því að ég kalla hann inn og ég fór að hugsa það líka, hver oft hefur maður ekki sjálfur staðið á þessu þröskuldi. Ekki verið vissum hvort maður ætti að stíga inn eða hvað maður ætti að gera. Akkur þetta svona? Maður getur ekki bent á neitt nema það að maður bara manneskja. Veiklundu manneskja með trúna stundu svoleiðis bara að það rest ekki neitt í neitt eða hún bara alveg neðst niðri og allt þarna á milli. Þetta að gerast í lífi trúaðra manna. Vantrúin ekki þarna að hún þekkir ekki Guð. En ég segi, þegar þú fer að þekkja Guð, þá ferðu líka að sjá hver Guð fyrst og fremst auðvitað. Við viljum þekkja hann mikið og vel og eigum að þekkja hann mikið og vel. Og við sjáum það líka hvað við erum rosalega veiklundað fólk. Þetta líkst allt upp fyrir okkur í trúnni þegar hann segir okkur sannleikan okkur sjálfa sem þessi og þessi. Við getum barið okkur á brjóst og berjum okkur oft á brjóst þegar við erum út í þessum heimi, ég segi nú ekki meira, en hann að blekkja. Og hann lætur okkur blekkja okkur sjálfa svo margt. En svo kemur sannleikurinn inn í formi trúarinnar og þá bara allt upp á teningnum, allt annað upp á teningnum. Og við sjáum, og ég viðurkenni það fyrstur manna, þennan veikleika. Og hversu trúin mikilvæg í öllu þessu. Hvar væri maður ef maður hefði ekki trú? Og erum maður löngu horfin úr þessu öllu saman. Þetta nú það sem við erum að reyna og ég veit að ég ekkert að tala bara eitthvað einsmannsmál. Ég tel okkur öll vera þarna eða allavega að þekkja þetta. Þó að glímuefni kannski sé ekki saman milli manna, þá erum við öll að glíma þessi þarna og þessi hérna. Og svo framvegis. Og niðurstaðan úr þessu öllu saman ég þarf á Guði að halda. Ég þarf á Jesú að halda. Og svo náttúrulega vex trúin og þá ferð að þakka fyrir það að þú þarft á honum að halda og þú veist og viðurkennir að þurfa á honum að halda. Og það góð staða. Ég minnist nú þess, Konráð minn, að þú gafst mér yfirlýsingum það að ég mætti nota þig bara eins og ég vildi. Þá verður þetta alveg hræðileg niðurstaða sem ekkert alltaf sáttur við það sem að gera í Jesú nafni. Þetta ekki skrítið? Mér finnst þetta mjög einkennilegt. En þetta bara staðan. Þannig við sjáum og skiljum betur þegar talað það að trúin sé nauðsynleg, eða ekki? Svo sannarlega hún nauðsynleg. Það hún sem heldur okkur gangandi. Hún trekkjarinn sem trekkjar okkur upp. Það trúin. Þannig við erum
á réttri leið, veistu af hverju? Að því Drottinn sér að við séum á réttri leið. Hann sér þetta allt, ég er búin að sjá það svo oft, að hann sér allt sem þarf að sjá Ég tel að enginn á okkur væri á þeim stað sem hann í Jesú nafni, nema að því að Drottinn sér allt sem snýr að þessum málum. Við erum öll í baráttu. Við erum öll í einhverju togstreiti innra með okkur, fram og tilbaka, eitt og annað. Sem að, já, við ráðum svo illa við sumt. Já, ég líka komist að því sem ég var að segja, ég er ekkert einn. Ég held við séum öll þarna. Meir og minna. Þess vegna er það svo gott að viðurkenna þetta bara fyrir sjálfum sér. Já, fyrir sjálfum sér. Því að þetta snýst mína trú, ekki? Og þú bendir á sjálfum þig, þetta snýst mína trú. Ég sem manneskja þarf að skila mér áfangastað og hver er hann? Er það ekki alveg að reyna hver áfangastaðurinn er? Hann er í ríki Guðs á himnum. En ennþá erum við hér, ennþá erum við að berjast í erli dagana, stundu leikur allt í höndunum á okkur, oftast nær reyndar gerir það nú það, ég verð nú að viðurkenna það, en stundum er allt annað uppi. En að því að við gáum þessa skelfilegu yfirlýsingu, eins og ég vissi ekkert hvað ég var að tala þegar ég sagði hana, en meint hana alveg svoleiðis frá innstu hjartarótum, Drottinn hefur hendið svo á mig aftur og aftur. Og ég kann vel við það núna, ég er að sjá þetta svolítið í öðru ljósi. Mér finnst þetta í dag vera alveg rosalega flott yfirlýsing. Þó ég hef ekkert vita hvað ég var að biðja Svona er Drottinn. Hann veit lengra en ég, og að því hann veit lengra en ég, þá veit hann líka hvernig ég er. Og Konráð, hann gaf þessa yfirlýsingu og ég ætla að nota hana á hann. Ég ætla að minna hann á hana. Man hefur gert það eins og vorum að tala allt of oft reyndar. Og ég hef stundu sagt, að ég grínið þetta, að þetta er alveg skelfileg yfirlýsing. En svo líður tíminn og þá allt í einu rennur það upp fyrir manni hversu mögnuð hún er. Er það ekki magnað þegar þú ert í dyr einhverjum þröskaldi og veist ekki hvort það er að fara inn eða ekki, svo allt í einu bara ferði inn. Vegna þess að Drottinn sagði, heyrðu vinur, þú ert búin að segja að ég megi nota það eins og þú vilt og þetta er staðan, bara halda áfram. Og maður heldur áfram. Hann veit alveg hvað hann er að gera. Og það líka hef ég séð í gegnum tíðina að það er hann minni mann á ýmislegt sem að maður lét út sinn munn sjálfur. Myndu það? Það ekki? Sagði ég þetta ekki sjálfur? Sagði þú þetta fyrir mig? Nei, ég sagði þetta sjálfur. Það kom út minn munn. Ég notaði mig nú bara eins og þú vilt og mynti hvert orð. Og meina ég raun og veru þetta enn þann dag í dag. En svo kemur baráttan, yndisleg og falleg, tilneitt betur en þessi barátta, við veitum það. Og þá kastar hann þessu fram. Og maður alltaf verður að bíti í það súra eplið, maður sagði þetta, gerði þetta. Já, ok, ég skal þá halda áfram. Hvað er að þér? Og ég held áfram. Og tíminn líður. Og nú eru, komin yfir 20 ár. Hjá þessum gaur sem tóldi hvergi og var alltaf að skipta vinnu. Fannst hann að verið lengi á sama stað, hann var hálft ár ykkur stað. Og þannig var þetta. Það var ekki fyrir en ég komst til Drottins eða tók trú og þá fór ég að stoppa ykkur stað. Ég var alltaf á faraldsfæti. Og ég raun og veru, og ég er nú ekki hress með það, að ég er ennþá á þessum stað. Mér finnst þetta alveg skelfilegt. En að því trúin er komin, að þá ferð þú ekki neitt á einu minn þangað sem þú vilt lengur.
Maður getur náttúrulega orðið alveg svakalega fúll yfir því, en þetta er bara niðurstaðan. Svo kemst maður í gegnum þetta, þetta er nú bara harla gott. Og svona bara líða árin. Segðu mér, hvernig á ég að losna við þessa togstreitu inni í mér? Ég held þú veitir það ekki vegna þess að þú ert á sama stað. Kannski ekki á sama stað og ég hvað þetta varða, en þín togstreita er þó bara ykkur önnur. En við öll að togast á við sjálfu okkur og trúna í okkur til að halda áfram. En flest af okkur eru nú komin það langt í fræðunum að við höldum áfram og það er stórkostlegu sigur. Þannig öll eru við á réttri leið þannig séð, þar að segja meðan við höngum þarna, erum þarna og að því að við leifum sannleikanum að tala til okkar, já okkar, þá höldumst við rétt frammi fyrir Guði. Sannleikurinn þarf að fá að tala til okkar. Við erum að segja sannleikan, en það er til annara. En ef hann næri ekki líka til okkar, þá er ekkert gagn í þessu fyrir okkur. Þannig að sannleikurinn þarf náttúrulega að ganga út minn mun, en þarf líka að ganga til mín og fá að virka þar og vinna. Þannig hann er alltaf í báðar áttir. Það er þetta góða öfluga við drottinn Jesús, að hann er þetta. Hann vill að ég heyri sannleikan fyrir mig. Og þess vegna varpar hann á mig, herra Konráð, þú gafst mér þessa yfirlýsingu, minn kæri vinur. Er ekki rétti á mér? Jú, maður verður að viðurkenna þetta. Ég sagði þetta. Og svo allt í henni sér maður það, að þetta er alveg svakalega flott yfirlýsing. Þetta var svona bara tugga þegar maður sagði þetta á sínum tíma, þá var ég blautur bak við eyrun í trúnni og vissi ekkert hvað trú var. Hann lítið mál að segja þetta, notaði mig bara eins og þú vilt. Og hann hefur svo sannarlega gert það. En stundum hefur maður stöðnið undan því. Ég veit að þú þekkir ekkert svona, en stundum hefur maður nú bara stöðnið undan því. Við höfum bara að tala hlutina eins og þeir eru. Það verður öflugasti boðskapurinn af öllum góðum boðskap. Talaðu bara eins og hlutirnir eru. En við berjum okkur ekki niður sjálf, það er allt annað mál. Það er allt annað mál að segja sannleika við sjálfan sig eða berja sig niður. Það er nú ein hættan og hún er alltaf niðurrif frá hverju, frá okkur sjálfum, á okkur sjálfum. Þannig það er margt að varast og það er margt að varast en við höfum alltaf leiðirnar. Guð er leiðin. Hann hefur sagt okkur það sem við þurfum að heyra. Hann er það vegna þess að hann ann okkur. Þetta var ekki til einskisa sem hann lét Krist ganga í gegnum. Bara aldeilis ekki. Honum var full alvara með það sem hann gerði, að hann horfði alltaf á mig og hann horfði á þig. Hei, ég þarf að ná þessum til mín. Og svo næra hann okkur til sín og þá erum við komnir í hans gjörgæslu, já, við tölum um gjörgæslu og því við erum í gjörgæslu. Konráð, sagðir ekki við mig, ég mætti nota þig eins og þú vildir. Jú, já, ég geri það líka. Það er með þínu samþykki. Já, ég verður víst að viðurkenna þetta. Þannig að við gefum alveg keik svona svakalegar yfirlýsingar, þó við sjáum eftir því seinna, en drottinn tekur ekki neitt svona til sín að sér. Hann bara segir, þú sagðir þetta og ég stend á því. Það væri nú lagalegt ef hann til að mynda, sem hefur sagt svo margt, væri að láta það virka bara eftir dintin og dantin. Ég hræddur okkur líka að það nú ekki vel. En drottinn talaði og hann segir það sjálfur, þá stendur það þarna. Já, sumar yfirlýsingar þínar fram andspænis honum, þar eru bara standa þarna. Svo byrjum við að heykjast undan þessu. Hann bara segir, heyrðu vinur, þú sagðir þetta. Já, ég sagði þetta. Og hvað með það?
Má maður ekki draga það tilbaka? Það er bara ekkert það að ræða ég og honum það sem hann ætlar að nota í mína þágu og hvað til blessuna mér. Og þetta hefur verið mikil blessun fyrir mig og ég er mjög þakklátur í dag fyrir að hafa sagt þetta. En ég var líka að segja það áðan að ég vissi ekkert hvað ég var að tala. En það er aukaatriði, Drottinn bara tekur við þessu. Og minnir mig á. Ég veit ekki með þig, kannski hefur hann oft mynd þig á alls konar sem þú sagðir. Og þú kannski ert á þeim stað þú döðir sér eftir að hafa sagt þetta. En kannski sýnir Drottinn þér það núna eins og mér að þetta var stórkostleg yfirlýsing. Og meira og minna henn að þakka að þú ert ennþá það sem þú ert í Jesú nafni. Að þegar hann tók við henni, ég ætla að nota þetta, sagði hann. Hann hefur gert það við mig, eins og ég var að segja, þá hefur hann oft minnt mig á þetta. Sagður ekki þessi orð við mig, Konráð? Jú, ég ætla að nota þetta. Og maður gerir verkin áfram. Þannig að staðan er góð og annað líka við þetta, þegar þú gerir verk Guðs, sem þú veist þú átt að gera, þá líður alltaf vel. Þá er þetta besti staður sem þú getur verið á. Að þú ert að gera eitthvað sem Drottinn er að biðja þig um að gera. Og hann, aftur á móti, sér ekki eftir neinu. Ekki heldur að hafa frelsað þig og gefið þér Kristi. Og þú veist hvað það merkir. Er það ekki annars? Veistu ekki hvað það merkir? Veistu það ekki að þetta er að leiða þig til ríkis Guðs? Ég held þú sjáir ekki eftir því hvernig allt þó var þegar þú kemur þangað. Hvað blasir við þið þar? Hef ekki hugmynd um það. En ég veit að það blasir við með mér dýrð sem ég hef aldrei áður kynnst. Svona getum við talað okkur upp því að þetta er það sem Drottinn vill að við sjáum. Allavega svona að einhverju leyti. Við sjáum þetta náttúrulega ekki öllu leyti fyrir við erum bara komnir inn, en þangað förum við. Er þetta ekki vonið sem við þurfum að eiga? Þetta er vonið sem við þurfum að eiga og þetta er von. Það er bara engin spurning um það að þetta er vonana. En svo að því við erum vel á okkur í orði Guðs, þá sjáum við að það sem hann er að tala um og við erum að upplifa að þetta er allt saman í orði Guðs. Þetta kemur okkur að sjálfsögðu alltaf jafn mikið og óvart, en það ætti ekki að koma okkur svo mikið og óvart að því að við höfum verið að lesa orðið. Og hvað segir ekki Kristur á einu stað? Ásamt þrengingum, segir hann. Þrengingum. Hann talar um þrengingar. En við stynjum undan þeim að því við erum bara menn. Skiljum ekki allt, skiljum bara sund, skiljum kannski ekkert af þessu, en þetta er það sem orðið segir og það segir okkur sannleikann. Þannig að þetta þarf ekkert að koma okkur neitt á óvart, kannski er það misjafnt hvað þetta kemur okkur mikið á óvart, en með svona tímanu þá kemur þetta okkur kannski, sjaldnast orðið á óvart. En þó held ég að sé rátt af mér eða þér og okkur ef við gerum ráð fyrir þessu. Það held ég að sé nú ekki rétt hugsun og breytni ef við gerum ráð fyrir þessu, annað er að ganga inn í einhverja aðstæður. Aðstæðurnar eru alltaf einhverjar og við erum að ganga inn í alls konar aðstæður. Sumar erfiðar, aðrar léttar og fínar og fallegar. En þegar við erum að ganga fram í Kristi, þá eigum við ekki að láta þetta koma okkur neitt á óvart. Eld raunina sem yfir yður gengur, segir Drottinn. Þetta er allt þarna. Og ég held við vitum alveg af hverju. Það er synd í heiminum og heimurinn er fallinn. Hann féll með fyrsta manni
og er fallin síðan og verður ekki bjargað, en þér verður bjargað að þið Drottinn miskunnaði sig yfir þig, fyllti þig heilugum anda og hann er að tala til þín öll þessi uppörvandi orð að því að vill að þú standist, haldir áfram. Hverjum er þetta að þakka? Jesú einum. Hann langt sér að maður viðurkenndi það. Jesú einum. Og hann er með alla umgjörð sem þarf utan þetta, ekki annars rétt. Þú ert með orð Guðs, þú ert með samfélag lifandi trúara manna og þar hefur allt sem þú þarft til þess að byggjast upp, ertu að nota þetta samfélag? Þú verður að svara því, ég veit það ekki. Mér hefur nú borið gæfa til að nota samfélagin, já, í þessi yfir 20 ár sem að ég hef verið í þessu núna eftir að ég fluttist að austan og kom til Reykjavíkur, Hafnarfjarðar, og þá er henni búin að vera í samfélagi síðan og er ennþá í samfélagi. Þannig maður er ekkert að fara neitt vegna þess að þetta er nú bara besti staðurinn, skásti staðurinn, þetta er besti staðurinn. Ég veit ekki annan betri. Ég er búin að reyna ýmislegt í gegnum tíðina en ég veit ekki annan betri. Þannig að maður þekki leiðina, annað er síðan hvort maður sé að fara þessa leið sem að Drottinn er að bjóða. Ef ég farið hana, ég held ég verða, já, að játa það, já, ég hef farið hana. Hefur nú verið mér til gæfu vissulega. Ef þetta hefur ekki verið þrautalaust, það verið rangt af mér að segja það að þetta hefur verið þrautalaust. Ég held að þú getur sagt sömu sögu. Að við erum bara veiklunda fólk, en heimurinn náttúrulega móti að það þekkir ekki Guð og veit ekki hvernig hann á að bregðast við þessu áreiti. Hann bara ber sér á brjóst og mikill og merkilegu ég og allt saman það. En við erum ekki þar. Við erum að vísu merkilegt fólk, það vantar ekki, en við erum ekki þar. Við viðurkennum þennan veikleika okkar, en bendum sjálfum okkur á Krist sem þá styrkin okkar. Þetta er það sem hann gerir. Og að því að þú gafst þína hræðulegu yfirlýsingu svo ég, og þá ertu nú bara áfram í því sama. Hún var nú ekki hræðilegri það, en þetta er svona hjá mér svona grín, það verður nú að segja. En hann hefur oft mynd mig á þetta, því get ég lofað ykkur. Konráð, byrju við, sagðir þú ekki þessi orð við mig? Já, jú, já. Þau eru enn í gildi. Ok. Hvað er að gera núna? Ég veit sumt sem ég á að gera, til að mynda þetta. Og stundum, já, ég býður á mig eitthvað, nei, ég held nú ekki, ég er bara í þessu. Það er bara fínasta jobb. Þannig að ég held að hann ekki býður mér neitt svo margt annað. En hann hefur allavega viljað að ég syndi þessu verki og ég hef nú reynt að sinna þessu verki og vonandi vel. Allavega erum við hér. Við veitum ekki hvað klukkan er. Gleymdi klukkunni. Hvað erum við búin að tala lengi? Ekki hugmyndu það. Það er eitthvað klukka þarna á skjánu litla, ég veit ekki hvað af þessu er klukka. Hefur kannski hætta núna? Það segjum þetta bara gott, ég veit ekki hvað ég er búin að tala lengi. Ég gleymdi skeiðklukkunni minni, við kveðjum og Konráð heldur áfram með þetta góða verk Drottins.